Já, góðan daginn. Ég ætla að tala um orku í dag. Orku og hvernig líkaminn myndar orku. En líkaminn getur ekki notað orku úr neinu öðru en, hann fær orku úr matvælum. Þetta er breytir orku sem við getum notað sem heitir ATP. Þannig að eins og við myndilega vitum að við fáum orku úr matvælum, þessi úr fæðu bara, og orkan liggur í tengjunum á milli atómana. En við getum ekki notað, við erum að tala um þetta er þá kolvetni eins og kartöflur og brauð, fita, náttúrulega veit allir hvað fita er, og síðan prótín. Prótín finnst mikið í kjöti og mjólkurvörum og alls konar. En líkaminn, eða frumur líkamans, þurfa að breyta orkunni í fæðunni, í orkuform sem hann getur notað, sem hann sjálfur getur notað. Og það kallast, það form og orku sem líkaminn getur notað, það kallast ATP. ATP er vanlega kallað orkugjaldmiðill líkamans. Þetta er alveg eins og íslenska krónan er gjaldmiðill sem við Íslendingar notum, og kolvetni var eins og pund, fita eins og dollari, prótín eins og evra. Og síðan þurfum við bara að breyta þessum gjaldmiðli yfir í krónur. Það er sama hér, hérna breytum við orkunni í kolvetnum, fita og prótínum yfir í ATP. Og hvernig þetta er með ATP? ATP stendur fyrir, ATP þýðir adenosín trífosfat. Og adenosín er bara skammstafað sem A, fosfat er skammstafað sem P, og þetta þýðir 3 og er skammstafað sem T. Þannig að ATP. Og það er best fyrir okkur, þegar við erum að byrja í þessu, að við hugsum um orkuna, þessi ATP, byggt svona upp, adenosín, eins og gerði áðan, sem gerir fosfat og það sem skiptir máli í þessu öllu saman, er þetta hérna, tengin hérna. Þetta hér, þetta eru orkurík tengi. Þetta er orkan í ATP. Orkan sem var hérna í fæðunni er raun og veru flutt hérna. Og þegar þessi tengi brotna, að orka losnar þegar þessi tengi brotna. Og það er bara best að hugsa um ATP alveg svo bara gemsan ykkar. Þetta er bara fullhlaðið endurhlaðið batteri í gemsan. Þannig að fullhlaðið endurhlaðanlegt sem við þurfum að vita þetta endurhlaðanlegt. Ég kom út fyrir fullhlaðið endurhlaðið batteri. Eins og fullhlaðin GSM. Þegar ég tek og fæ orkun ATP, þá brýt ég þessi tengi hér, eða brýt bæði tengin. Og eins og við munum, 3 stendur fyrir 3.
og þegar ég brýt annað tengi af, þá myndast ADP, sem þá adenosín, fosfat. D stendur fyrir 2. Og þetta er eins og, þetta er sem sagt hálfhlaðið. Hálfhlaðið, endurhlaðanlegt. Endurhlaðanlegt batteri. Þetta er eins og gemsin ykkar, þú veist, þeir eru búin að nota hann eitthvað, þannig þið getið hlaðið hans meira, þið getið talað hans meira í hann. Það er bæði hægt, þannig að af því að það er 1 orkutengi hérna, þá er hann hálfhlaðinn, hann hérna ATP hefur 2 tengi, miklu orku, ATP hefur bara 1 tengi og það er helmingi minni orku. Svo getur hann einhver endurhlaðið aftur mynda ATP eða brotið þetta af og þá fæ ég ADP, AMP. M stendur fyrir mono sem er 1. Það hérna. Þannig að þetta er bara adenosín tengt við fosfat og þótt sé fosfat hérna þá skiptir ekki, þú veist, það er ekki orka í því að það var bara orkan á milli sko fosfatuna sjálfa. Orka hér, engin orka hér. Þannig að þetta er bara tómt. Endurhlaðanlegt batteri. Við þurfum að hlaða aftur, ég þarf að fá orkuna til að hlaða þetta aftur og ég þarf að fá orkuna úr fæðunni. Ég þarf bara að borða og mynda orkun. Já, ágætt að minnast á því í lokin að líkaminn okkar, við geymum ekki orku sem ATP, þannig að líkaminn geymir ekki orku sem ATP. Þú veist hvað gerist ef við borðum of mikið? Frumuna fyllist ekki ATP við fitnum. Heldur sem fitu. Smávegis geymstum sykur líka í vöðva og lifur. Já, smávegis af sykri, glúkósa í lifur og vöðvum. Þetta þýðir það að við þurfum alltaf að vera að mynda Þetta þýðir það að ég þarf alltaf að vera að mynda ATP á fullu. Svo því þarf líkaminn eða frumunar líkaminn sífellt að mynda ATP. Ef ég borða mikið þá fitna ég, ef mér vantar orkuna og ég er ekki að borða, þá bara tek ég fituna, breyt henni í ATP í hvarfbeinum sem við förum í seinna. Takk.